Snædís Sæsa May Þetta ekkert svo flókið Nei, það það ekki Snædís, Sæsa May og Campo Já, það sem sagt fyrsti viðmælindin okkar í dag Já, þú náður nafnina vel Snædís, Sæsa May og Campo Yes sir Takk Bara klappa fyrir Við þurfum alltaf að byrja skringilega líka Já, þetta þarf að vera svolítið vitlaust Við segjum bara velkomin í Mad Men Já, takk fyrir boðið Takk fyrir að koma Þú ert þú ert þjálfari landsliðsins Já Í matreiðslu Já, í matreiðslu Yfirkokkur á Frökar Reykjavík Yes Nýtekin við þar Já, bara í janúar Hvernig þetta fíla það? Herru, bara að lofa það sko Bara æði Bara geggjukeðja og geggjaðir yfirmenn og Fjasta setja Mjög flott staður Puttana þína í matseðil Já Myndur þú segja að þetta var matseðilin þinn? Í dag? Nei Ég myndi ekki segja það En á leiðinni Þannig að þú arfleiðir eitthvað af matseðilin Já Það þarf að breyta honum öllum Já Ég myndi segja það sko Já, geggja Og ertu breytuð stefnu algjörlega? Ertu bara Já Og það svona surprise? Nei, ég held að þú veist ég byrjaði þannig að ég horfði bara alltaf á matseðilinn og bara staðinn og svona maður byrjar náttúrulega bara hægt og rólega og sjá fyrir sér hvernig allt virkar og svona en ég fann það mjög fljótt að mér fannst ég verið alltaf svona að setja einhvern kassa og ég þurfti að vinna í kringum hann og ég var mjög erfitt með það sko. Ég er bara einhvern veginn, ef ég er með eitthvað vision þá vil ég helst bara, þú veist, kera það í gegn heldur en að vera bara, þú veist, mennum þarf að vera svona mér langar miklu meira svona, þú veist, að ef ég á að setja svona ást í það sem ég er að gera, það verður að vera svona smá svona. Já, ég er líka bara sammála. Það er eins og að elska einhvern annan. Já. Það er að horfa á það. En ég samt held að þetta skiptir mjög miklu máli. Að fá að setja sitt twist og fá það frelsi til þess að gera geðveika mat. Alveg sammála. Og það skín oftast á þú veist, ef maður fer út að borða einhvers staðar og það er þessi svona, maður sér strax ramman, sko. Eða ef þú sér matseðilinn þá er þetta svona, já, ok, ég veit alveg nákvæmlega hvað er að fara að borða, basically. Þú veist, það er ekkit svona spennust, eða miklu skemmtilega að sest einhvers staðar og sér matseðil og er bara svona, já, býta, ok, hvað er... Já, þetta er alltaf eitthvað svona... Já, þetta er svona, grípur eitthvað öðrisi, eitthvað svona, ekki bara... þryggir þetta nautalund og súkulegakaka. Nei. Þú ert líka bara að fá nóg að nautalund. Já. Ég held að það sé fleiri þar. Sko. Já, ég held að. Já. Við erum oft í nautalundsbardagina. Já, að það ekki. Þú veist, ég er reyndar í ribbæðinu, sko. Þú ert í pulsunni. Pulsægu, já. Pulsukall, tvíleipað. Hann er pulsukall. Já. Það setja puls á matseðilinu? Nei, ég held að ég ger það ekki. En pulsupasta, hann er svolítið verið það líka. Já, það er alveg svona comfort food. Ég elska svona comfort food. Sko. Ég vil ekki vera með fine dining dæmi, sko. Mér finnst bara, mér finnst alveg næs að fara út að borða á fine dining, en það kemur að því að mér langar að fara út að borða, þá langar mér bara í bráðgóðan, góðan mat. Það þarf ekki að vera hérna með pinsettuna eitthvað, þú veist, þetta er bara vel eldakjöt, fiskur, whatever hvað það er. Gott brauð er alltaf negla, sko. Og svona, þú veist, smjörið og eitthvað, þú veist, bara svona litli hlutir, minnst það skiptir svo rosalega miklu máli. Það er smjör. Já, ég man að, þú veist, ég var að vinna í mötuniti og ég hræriði smjör einu sinni. Það var alltaf bara smjör, svo hræriði ég smjör einu sinni og fólk var bara að missa sig. Og maður bara setti smjör í hrærivél og bara puffaðist það þessu upp og fólk bara átti ekki orði yfir hvað þetta var mjúkt og gott. Hvað þá að taka þarna ef þú brennir smjör og gerir nóisett tekur síðan, þú veist, botnin úr og dreifir yfir. Já. Það er þessi líkli hlutir, gott, sko. Það er svona litlir einföldur hlutir, bara einföld brauð en samt bara, þú veist. Og er það eitthvað sem að þið eru hvernig tæklið þetta í landsliðinu þá? Er þetta sömu pælingar eða þarftu þá að fara í pilsettuna full on? Já, ég held að pilsettan þurfa alltaf að koma þarna eitthvað inn, sko. En, sko, þú veist, eins og flesti vita og hafi verið eitthvað svona í veitingagerunum eða, já, inn á veitingastöðum þá hefur 3D-form verið alltaf svona ríkjandi og í svona creation dæmi og maður er að reyna að fara út úr því, sko, af því að þú veist, það getur hver sem er sett í form og það getur hver sem er, þú veist,
sett eitthvað í form og poppaði út og eitthvað, það verður alltaf jafn fallegt sko. Ef þú búin að gera það einu sinni það hættir að vera spennandi eilífi það bara, þú veist, ef þú hefur aldrei gert þetta og fær svona skrautvill á matiðin, þá ertu bara wow, ótrúlega svo þegar þú ert búin að smyrja þetta í form baka og poppaði út, þá er svona, já, þetta er ekki merkilegt sko. Nei, það er í raun og veru ekki sko. Þetta er rosalega fallegt, þetta getur alveg gert rosalega, þú veist getur poppað upp diskinn að gert hann rosalega fallaðan en bræðilega séð, þú veist nú bara tala ég fyrir sjálfum mig hvort sem ég er að dæma eða í keppni eða bara borðan sjálf persónulega, það fyrst sem maður gerir er að taka þetta keksa, þetta tvilla, hvað sem það er bara í burtu, þess að byrjar að smakka matinn sko. Þannig að í raun og veru er þessi vinna ekki að gera neitt að skila einhver sérstöku. Já, þannig að kannski hefur meira áhrif á veitingastað heldur en í keppni. Já, í raun og veru sko. Ég myndi segja það. Við fengum hann Þórir í heimsóknina til okkur fyrsta viðmælanda. Já, ekki. Og hann benti mér á að spyrja þig út í ákveðna spurningar. Ok, spennandi. Og það snýr meira að keppninu sjálfri. Já. Nú, kannski veit ekki Jón Jónsson út í bæ hvernig þetta er. Nei. Og ég var að spyrja hann, þú veist, eru þið með varamanna bekk eins og í fótboltanum og þú veist, eru þið með 2 markmenn og 2 framherja og allt þetta og hverju fá að vera í svokallu búri sem að er keppt í og þar eru hvað 7 manns? Já, jú, þú veist, það eru 6 og svo 1 í uppvaskinu, þannig að jú, 7. Þannig að en síðan ef eitthvað veikist eða eitthvað þarf að fara frá eða þú veist, fólk þarf ekki að væntanlega stikki við okkur öðrum einhvern veginn. Já. Hvernig funkar þetta? Ég meina, þú veist, er þið alveg með backup fyrir alla? Já, ég myndi segja það sko. Allan daginn sko. Ég gerði fyrir eitthvað stórt lið. Já, og fekk bara fleiri innhildur en færri af því að ég vissi að þetta tímabil væri þannig að fólk myndi detta út. Þetta er bara svo langt tímabil, það getur gerst rosalega margt, þú veist, og sem gerðist það nú þegar 5 liðsmenn dottnir út sko. Nú, ok. Þannig að ég er alveg bara nokkuð ánað að hafa gert stórt lið sko. Já. Er einhverja ástæða svona bak við það? Er það bara ómikil pressa hjá þér eða? Sem þjálfari? Hjá mér? Með þá að gera stórt lið? Já, bara þú veist þetta kannski... taka, ertu að meina það? Ég veit það ekki, gæti verið svolítið... Er þetta ekki bara yfirleitt fólk, þú veist, lífið tekur við og ólétt og já. Óvænt vinnutækifæri einhvers staðar og þú ert að skuldbinda í 2 ár? Já. Það er svo margt sem kemur upp á sko. Já, það er alveg þannig sko. Ég er bara nokkuð fegin sko og þetta er líka bara eins og að segja þá er þetta svo langur tími sko og það var einn að hætta í liðinu sem ég búist ekki við að myndi að hætta en konan hans var bara ólétt og hann vildi ekki taka tíman, þú veist, í það að vera í liðinu sko. Það er glæð erfitt líka bara nýfætt barn og að vera akkurat að fara í mestu keyrslu og rétt fyrir mót einhvern veginn og þú veist, kannski allt í lag með að meðgangan er og svona en svo þú ert að fórna hans miklu í byrjun, þú veist. Þú þekkið það, Bjartur? Nei, það var nei, Kristín byrjaði nú alveg þegar Emma var kannski 2,5 eða eitthvað svona. Og hlustundi fatti, þá er sem sagt kona þín í landsliðinu. Já, Snædís er mitt og en hún náttúrulega byrjaði allt öðru sér tíma. Hún fór í fyrir Ólympíuleikana og það var bara 1 ár. Já. Það var svona aðeins meiri keyrsla en eins og núna þannig ég tali nú bara fyrir þig segir bara hvernig þá er þetta þú veist, aðra hvora viku 2 dagar og þá er bara verið að plana og gera það ekki og þið eru þá bara að þróa bara stanslust að þróa item og pæla og gera. Eru Snædís, bara takk fyrir komuna, ég læt bara hann ganga. Nei, þetta er bara flott. En hvernig er það þá með hráefni og svona? Er það bara eitthvað sem þið algjörlega stjórnið eða er eitthvað svona ákveði listi sem þið eru að fylgja? Við erum náttúrulega með einhverja styrtaraðila og við reynum náttúrulega að fá sem flesta inn sem styrtaraðila svo að kokkarnir geta valið úr hráefnum. Þannig að það er í rauninni ekki, keppnin er ekki að gefa ykkur ramma að þið þurfa að nota ákveði típa kjöti eða ákveði... Ekki í Restaurants of Nations sem er fyrir 110 manns en í Chef's Table
þá kemur aðalrétturinn inn bara 2 mánuðum fyrir mót. Þannig að það eina sem við ráðum ekki hvað við notum. Okay. Getur þú kannski tekið bara lýst bara hvernig svona keppni gengur fyrir sig, hvað verið að gera, þú veist, að því að Chef's Table, það allt annað heldur en hitt. Já. Í raun og veru sko. Hitt meira svona bara à la carte feelingur, þannig að þú bara með 3 rétta og og à la carte sem að bara veitingastaðs keyrsla, bara eins og þegar þú fyrir út að borða og þá Bjónandi bors. Já. Og þá bara 3 rétta fyrir 110 manns og þar einmitt bara svona keyrsla sko. Og þar við alltaf bara svona að presenta íslensk kráefni, alltaf svona, þú veist, reynum að impra á það og en Chef's Table það 11 rétta og þar þurfum við að vera með svona þema og þar þurfum við svona, það þarf að vera alltaf áberandi hvaða þema það þetta hefur oft verið svona rosalega loðið en í fyrra þá vorum við með fjallkonuna, mér fannst það bara svona oft hefur við verið með svona víkingaþema og hraunaþema og eitthvað, þú veist, ég bara mér langar bara að hafa eitthvað svona alltaf fallegt og elegant. Það hljómar miklu betur einhvern veginn heldur en að eitthvað víkingadrumba þema eitthvað, ég sammálaður. Þannig að það var alltaf mjög skemmtilegt. Þá tók ég alveg svona, úst, það hefur aldrei verið fyrir mitt leyti svona eitthvað svona alvörinni þema sem hún vinnur í gegn það sem kokkarnir með einhver form sem þarf að, þú veist, skína í gegnum, þú veist, réttina eða í leirtauginu eða neitt þannig. Þannig að ég lagði alltaf svona mikla áherslu á það. Sko. Og þetta í þínum verkarhinga að framfylgja þessu, þú veist, að sjá þú ert kannski svolítið að halda utan hugmyndina líka og sjá til þess að það sé unnið út frá, þú veist, það kannski frelsi til þess að hanna þróa brauð og gera en inn í end þá þetta samt þinn svona draumur, þinn svona mitt vision kannski, af þú veist hvernig Chef's Table og það náttúrulega mjög mikil vinna sem liggur á bakvið það, ég að hitta grafíska hönnuð og við erum saman í því að hann eitthvað því ég kannski með einhver hugmynd og pitcha henni að honum og hann setur eitthvað upp á blað og mér langar kannski að breyta einhverju eða eitthvað, þannig að við erum alltaf svona mikið að vinna saman þar og hann ráðuleikum mér kannski einhver efni sem gott að nota, þú veist, til þess að hanna diska eða fatið sjálft eða málingu þess að mála fatið, hvaða málingu má nota þar sem matur settur á, alls konar svona hlutir sem ég hef aldrei þurft að pæla í. Sko. Já. Þetta eitthvað svo fallegt konsept að byrja á byrjun og vera að stefna að einhverju í 2 ár og horfa á barni stækka svolítið bara þú veist, ég get alveg ímyndað mér í byrjun eftir svolítið bara allt svolítið hrátt og bara svolítið vera að brainstorma hér og þar og svo hægt og rólega fyrir myndin einhvern veginn að saminast og mynda einhverja mynd, sko. Já, og það líka bara svo gaman, ég man bara tilfinninguna að fara á Ólympíuleikunum, maður var svo stolt af bara verkefninu, ég var svo stolt af krökkunum og fólkinu og bara umgjörðinni og ég var svo, þú veist, þetta var bara svona einn besta keppni sem ég hef farið í. Svo sem varst í fyrra. Já. Þetta var bara besta keppni sem ég hef farið í. Og þið lenduð í hvaða sæti þar? 3. sæti. Sem náttúrulega bara frábær árangur. Já. Takk fyrir. Það bara jafnar besta árangur sem að íslenska landslið hefur náð í Ólympíuleikunum, ekki? Jú, en toppuðum stíin okkar. Toppuðum stíin, já. Já, þetta, ég var með, sko, ég man, þú ert svolítið passion, sko, þú lifir alveg í hlutina og þú stóðst allan tíman hann og alveg bara fylgdist með hverju einasta skrefi og vissi nákvæmlega líka hvað var næst og hvað næstu væri að fara að gera og þetta svo vel smurð vel, sko, bara að horfa á þetta svona standandi fyrir utan og var mjög áhugavert, sko. Já. Að ég get einmitt eins og bara þetta að byrja á byrjun og enda þarna, veist, þetta var svo smurt og svo geggjað að sjá, sko. Og ertu með betri hóp í ár? Betri hóp, ég með reynslu góðan hóp í raun og veru og það jákvæða við þetta tímabil að það eru fleiri keppni sem landsliði getur tekið þátt í og ég hvet alla í landsliðinu að taka þátt í eins mörgum keppnum bara til að koma sér form og svona skilja kannski meira og þú veist,
og einmitt bara verið í formi ef eitthvað kemur upp á að geta stokkið inn og vita nákvæmlega hvað þarf að gera og bara eins og bara varamenn á bekk í fótbolta þeir þurfa að vera í góðu formi til þess að geta stigið inn ef eitthvað skildi gerast. Og var ekki Finnski sem að Jú, akkurat. Fór á spítala og... Já, það var í liðinu þar, í vinningsliðinu sem vann, hann var veikur, þannig að hann þurfti að stíga, það þurfti einhver að stíga inn fyrir hann og þau enduðu með að vinna á móti. Já, magnað. Og hvernig það að halda utanum svona hóp? Þetta er fullt af fólki og þú veist, ég mynda mér að maður þurfa að vera alveg svona strangur þegar maður þarf að vera strangur. Er það eitthvað til í því? Já. Myndur þú lýsa þér sem ströng? Ertu ströng? Ertu hörð við, þú veist? Já, ég er kröfuhörð. Já. Ég er mjög kröfuhörð og ég veit alveg að á síðasta tímabili þá bölvaði liðið mér alveg mjög mikið sko. Og það var eitthvað svona þegar ég steg inn í, þú veist, þegar ég tók við þjálfarstöðuna þá vissi ég að ég yrði umtöluð sko, eða þú veist, bara svona gagnrýnd og að því ég hef náttúrulega sjálf verið bara í liðinu og gagnrýnd þjálfara í raun og veru og vera ósamála, skilji og en ég hef líka það sem ég hef líka séð gegnum tíðina hvað ég er ósamála með og hvað ég hefði viljað breyta og gekk ég á, skilur, þú veist, ég vildi að umgjörðum væri betri, ég vildi að skipulagið væri betra, ég vildi að æfingarnar eru skipulagðari þú veist, og bara svona þetta yrði miklu meira skilvirkara og fólk fengi að borða og bara, þú veist, að því að ofta í gegnum tíðina þá bara gleymdi maður að borða, þú veist, þið náttúrulega vita, þú veist, að vinna inn í eldhúsi að þú ert bara á floti og þú gleymið því að borða og í staðan fyrir að borða þá, þú veist, heldur bara áfram fyrir kaffibolla eða eitthvað og svo verður bara handónýtur í 2-3 daga eftir á í fríinu og þetta er eitthvað svona sem ég lagði mjög mikla áherslu á að ég vildi ekki gera þótt að þú veist, það voru náttúrulega tímar sem voru 4 daga æfingar sko, en ég lagði mjög mikla áherslu á að þetta yrði bara 8 tímar og þú veist, og ég pressa auðvitað á liðið en á sama tíma, þú veist setja bara reglu, þú veist, þú mátt ekki mæta þunnur eða fullur eða whatsoever eins og þetta var áður í gamla daga en að mæta ekki þunnur og þú þarft að vera vel útkvildur að kvild og það er bara ekkert rugl í gangi, þú veist, bara góð næring, þú veist, fyrir liðið þannig að, þú veist, ég er að fókusera alltaf líka á þetta bara sem einhvers konar bara svona íþrótt. Já, þetta er bara svona... Erum ekki að tala kokka? Já, þetta er orðið bara svona atvinnu. Ég er ekki alveg að tengja, sko, ef maður er ekki útkvildur sem kokk. Nei, þetta er ekki afreiks íþróttamaður. Þetta er svakalega kröfur, finnst mér. Mér finnst þetta bara hljóma eins og atvinnu eða svona afreiks umhverfi þar sem að bara þetta er örugglega bara öllum sviðum íþróttar er allar þessar áherslu sama sko. Og það er bara geggjað til þannig nær maður árangri og við vorum einmitt að tala við Emil Hallfreðsson sem var í landsliði fótbolta og ég var einmitt að spyrja hann út í að því að þjálfararnir sko sita alltaf lengst í burtu frá leikmönnum þar sko. Og hann talaði um það að þjálfararnir þurfa að mynda smá fjarlægð en samt einhvern veginn að reyna að halda nánd og þú veist, þetta er tricky business sko. En finnst þér vera munur í dag á hvernig það tekið og þú veist, er meira hlusta á þig bara já chef, ekkert vera bölvaðar eins mikið í dag og kannski þú byrjar? Hún kannski heyrir ekki eins mikið. Já, kannski, þetta er reynda kannski góða punktur en ég held samt að ég hafi fengið einhverju virðingu út frá síðustu keppni af því að þú veist, það var mjög erfitt að stíga inn í þjálfarstöðuna þar sem að þú veist, bara ekki kokkurinn með alls konar ego og þú veist, og alls konar skoðanir og vilja eitthvað, þú veist, finnst að þessi hætti ekki að dæma eða þjálfa eða ekki nú hæfur eða hæfa eða eitthvað og ég var alveg staður á henni í því að þú veist, bara afsanna þetta sko og ég vildi bara einmitt, þú veist, vera með það hugafara að þú veist, ef við ætlum að vera þú veist, eiga sjans á því að vinna einhvern eitthvað svona stórmót og þá þurfum við líka bara að byrja að hafa okkur þannig að við séum professional og þá er bara engin slag og ég var alveg gagnrýnd á það hversu hörði ég var á síðasta tímabili en það skilaði okkur svo rosalega miklu í staðinn og eftir það þá fannst mér einmitt bara eins og stjórnin og klúbburinn þau
þá sáu þið bara, herðu, þú veist, þetta er það sem virkar. Já, kannski líka bara er það eitthvað sem er nauðsynlegt að taka slægin í rauninni og þá eins og þú veist, þegar baráttan er kannski, þegar þú ert búin að ná meiri fram, þá kannski verður þetta minni barátta og meiri ég eins og ég segi, ég get alveg ímyndað verið að þetta sé gríðarlega flókið að vera sérstaklega þjálfara hjá kokkum að því eins og þú segir, þá er svolítið til ego og svona hroki og töffaraskapur sko. Sem er bara rosa jákvætt líka það er mikið samkeppni held ég á milli allra sem er í landsliðinu þeir vilja allir vera bestir eða best og Já, en svo má það heldur ekki vera þannig að menn get ekki unnið saman, sko, eins og danska liði, þeir eru bara að draga sig úr keppninu, var það ekki? Því að það var alltaf marga stórstjörnur í einu liði. Já, það er alltaf þannig, sko. Ég held að það skiptir rosalega miklu máli að þú veist, þá sem stýra þessu, þeir eru alltaf bara að setja sérst línuna, sko, já, mörkin, þú veist, fyrir hvað fer fram og hvað er í gangi innan liðsins sko. Og þegar þú sem þjálfari ert að fara taka inn einhver stjórnstjörnur sem geta ekki, þú veist, það þarf ekki endilega að vera besta liðið. Nei. Þú veist, ég vil frekar fá einhvern sem er tilbúin til að hlusta á mig og vinna vinnuna og spila leikinn í staðan fyrir að vera alltaf bara, nei, við gerum þetta ekki svona, þetta er ekki gott, þú veist, þegar ég var að keppa bla 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 bla, þá og þú kannski hefur meira svigrúm líka því að þetta er svo langur tími að því að þá þarftu kannski ekki að vera með eins slípaðan, þú veist, þú ert ekki að vera með alla bestu kokkana því að þú hefur tíman til þess að slípa þá í það sem þú vil gera þannig að maður svona en þetta er náttúrulega, maður sá það kokk ársins núna, þetta voru meira að vinna allt bara landslýs með þeim að keppa sko. Það var allir Já, var ekki bara reynt að rekrúta hann í leður? Nei, reyndar ekki sko. Og hvað er næsta keppni á dögunni? Það er heimsmeistramótið 2026 í november í Luxemburg. Það er alveg góð tími. Ég samt er að gefa liðinu lengra sumafrí heldur en hefur verið. Við verum ekki yfir í júni, við tökum ekki æfingu í júni sem hefur oft verið sko. Heldur enduðu bara í enda mæ og svo fyrir við svo komum við tilbaka í enda ágúst. Þannig að ég er alveg að gefa liðinu alltaf svona góðan tíma og góðan, þú veist, já, gott recovery. Og síðan bara breyting á planið, þú veist, þegar því nær sem að dregur er þá bara stífar æfingar og þessi smökk og þú veist, Já, ég vil bara, þú veist, planið núna er bara að við erum í svona workshop æfingum sem þýðir bara að við mætum á sunnudögum, fáum okkur morgumat, förum alltaf yfir planið, höldum fund, hverjir eru með hvaða hráefni, að því að þú veist, í gegnum tíðina þá hefur við bara oft svona labbað inn á æfingu og einhver gera bara eitthvað og svo lendum við að vegga því að það eru sumir og nota sumir hráefni, þannig að mér langaði þetta alltaf að minnka skaðan á hráefniskostnaði þar, þannig að ég ákvaði að halda bara svona fund með liðinu og þannig að allir vita hverjir er að gera hvað og svo er það preppað og svo fer fólk bara heim og kemur daginn eftir og við pleytum og þá förum við yfir en svona því nær sem dregur þá keyri ég á að við pleytum diskum á sunnudegi og endurhugsum þá diska og síðan daginn eftir þá repleytum við eða þú veist út frá þeim kommentum sem við fengum á sunnudegi þannig að við pleytum 2 sinnum á veggeta æfingu. Og eru það að fá þá kokka sem eru meira reynslu í svona keppnum og svona til að koma að smakka, er það eitthvað? Ekki á þessum æfingum, þetta er meira bara svona, þú veist, af því að við erum alltaf allir kokkar sem eru þarna, þannig að við ættum að vita svona sirka hvað, þú veist, meikar sans og slíkt, en í haust þá höldum við bara svona tímaæfingar og þá fáum við inn kokka til þess að bara smakka og dæma. Við byrjum á bara 60 manns, svo fyrir við í 80 manns og svo fyrir við í 110 manns. Þannig að við þurfum bara, ég held að við tökum einhverja 17 þannig æfingar. Kekjað. Ég fekk að fara að borða á svona, mega næs. Og hvernig getur, hverjir eru það sem eru fengnir til að koma og borða? Og það eru náttúrulega bara þeir sem eru aðstandendur, við náttúrulega okkur langar alltaf að bjóða fólki sem kemur að liðinu á einhvern hátt, ég menna, þú veist, þú þarf náttúrulega að vera bara með dóttuðinni á meðan Kristín er hósveitt að
undirbúið sig fyrir eitthvað stórmót sko. Þannig að þú veist svona stuðningur bara skiptir öllu máli og líka bara að hleypa fólki að skilja leikinn, þú kannski skilur hann miklu betur af því að þú ert náttúrulega matreiðslumaður. Já, en það samt alveg holdt fyrir alla aðstandur eins og bara að fara, eins og ég fór á Ólympíuleikann og fylgdist með, þá fekk ég svona miklu meiri skilning fyrir bara, þú veist, þetta alveg galið dæmi, þú veist, þetta þarf að vera svo samstilt, þetta þarf að vera bara svona maskína og þú bara í rauninni, eins og ég upplifði þetta, þú þarft að labba hann inn í búri, slökkva heilanum að þér og gera nákvæmlega sama orðbúnar að gera, þú veist, á öllum þessum æfingum. Og svo þetta líka alltaf í þessum kokkakeppnum sem mér finnst svo erfitt, ég ætti mjög erfitt með það, að þú veist að labba inn í búr í einhverju öðru landi og það svo margt sem að getur klikkað, þú veist, eitthvað kælir klikkar eða eitthvað svona og svo þessar keppnir sem voru að fá eitthvað aðstofamann þú veist, þegar ég var nefnið þá fór ég að hjálpa hérna í búkustóraæfingu og þá var ég bara fenginn að vaska upp og aðstofa eitthvað svona og það var engu bara þá var hann bara alltaf að fá nýja inn hvert skipti sem æfing var bara til þess að prófa að vera með sem flesta aðstofamenn þannig að hann var undirbúin fyrir að þú veist, þú getur fengið eitthvað sem að veit ekki neitt og nennur segjulega ekkert eitthvað blað, þú veist það svo margi faktorarna sem þú gæti þurft að yfirstíga sko. Að það gríðarlega mikill munur á því að mætir í búr og fá eitthvað aðstofamann sem getur bara hjálpað helling það ítir svolítið upp á meðan hitt getur dreifur svolítið á móti og þá ertu komið smá bílarna sem svolítið að mínum að þetta ósanngjarnt sko. En hvað þetta langur tími sem þið hafið venjulega í búrunni til að græja alveg frá byrjun til skil? Þetta eru 5 klukktímar. 5? Já. Og búið að reikna með pissupásu og allt þetta? Nei. Ekkert svoleiðis? Nei. Þú heldur í þér í 5 tíma. Þú heldur í þér, þú veist, þú eiginlega... Það eins gott að maður sé ekki búin að vera að þamba hennar daginn áður? Nei. Þau eru með sko vassbrúsa sem þau geta fengið og svo einhver svona orkustykki þannig að þau eru í raun og veru ekki að borða neitt sko. Nei. En þau eru þá búin að taka þess að 5 tíma náttúrulega oft áður sko. Já. Þú verðnst í bara held ég. Ég maður þegar ég var að gera sveinsprófi þá sett ég inn í listan hjá mér, þú veist, klósettferð. Það bara regnaði inn í tíman sko. Já, einmitt. Ég held að í svona keppnum þá enginn að pæla í, þú veist, ekki þú sért bara alveg gjössamlega, ég veit að, þú veist, liðið, svona, þú veist, áður en fyrir búr bara pissupásu, þú veist, og svo bara, þú veist, Þú bara tekur aðrilínu við, kannski? Já, í raun og veru, sko, ég man ekki eftir að hafa þurfa að pissa í neinum af svona keppnum sem ég tek þátt í, sko. Maður bara gleymir því og svo bara náttúrulega maður að svitna og þannig að maður að losa fullt af vökva út og þetta fer út á einhvern hátt sko. Fókusin bara svo mikið þú ert bara einbyttaður að þessum að gera og svo tekur bara næsta við og ég vandamáli með mig sko, ef ég þarf að pissa þá fókusin minn farin þú ert líka ekkert í, það myndi að enginn fara að setja því í neitt búr ég var í bumbuboltanum þú getur komið með mér í einhver bumbubúr einhverjum gamlu kokkum að leika og rauðvinsbúrið. En þú segð að þú er búin að taka svolítið þátt sjálf í keppnum áður og verið landsliðsþjálfari. Þú varst í landsliðinu á einhverju tímpúti. Varstu lengi? Ég byrjaði aðstofa 2015 og fór út sem aðstofamaður 2016. Keppti sjálf sem þú veist bara keppandi liðsmaður 2018, 2020, byrjaði 2021 Ætti var ólétt eða þú veist, nei, ég var ekki ólétt þá, ég átti bara barn, labba út í liðinu, vildi bara fá smá pásu og kom séðan aftur inn sem, eða þú veist, kom inn þá sem þjálfari. Ég ætlaði mér alltaf að koma inn sem bara keppnismadur. Hvað ertu gömul? Ég 35 ára. Hún har verið rosalega lengi í þessu. Já. 2015. En það líka, ég held að þessi rosalega respekt kakvart þér í bara í þjóðinni, sko. Og bara elskar að þetta skulle að náðu svona langt og þú er náttúrulega bara búin að vera svolítið svona framlínan í þessu. Já. Ég nefnilega svo heppin að ég alltaf einhvern veginn tökudýr. Ég mæti á alla þessa staði og allt þetta. Ég einmitt, þú fekkst Cordon Bleu viðurkenningu. Já. Það var skemmtilegt að sjá. Ég mætti einmitt á þá árshátíð. Já, einmitt. Já, herðu þá.
Það var mjög skemmtilegt. Nei, heyrstu vera að saga hann? Nei. Þetta bara svo fyndið, þú veist, þetta svo, ef þú ert ekkert í þessu, ef þú myndir setja bara venjulega mann og orsat í klúbb matreiðslumeistara, sjá alla þess að kalla hérna með ístrun úti í kokkagöllum og medaljum og hangandi einhvern veginn, þau myndi halda að þetta væri einhver sirkus, sko. Ég allan að það, sko. En svo þetta náttúrulega bara að vera að heiðra fyrir alls konar verk og svona, en ég svona taldi að vera nokkuð örugt að þú væri langi yngstanna með þessa medalíu. Já, það rétt, sko. Og og það eru svona mjög margir kokkar sem hafa kannski fengið medalíun og finnst þetta kannski svona smá halló, sko, því að það eru bara gamli kallar eða konur eða eitthvað sem fá þetta, sko. Mér finnst þetta bara geðvegt. Ég bara, þú veist, og mér finnst bara, þetta er bara svona stærsti heiður sem maður getur fengið frá kokka svona, þú veist, akademíu bara út allan heim og þetta er bara út allan heim, bara, þú veist, þessi viðurkenning. Þannig að ég set hana bara mjög stolt á mig, sko. Ég nefnilega, sko, ég á alltaf erfitt með hana kokkagalla. Að það? Já. Fyrir mér þetta eins og þú færi ásatt í pípara og það var allir bara í píparagallanum, skilur. Mér finnst þetta að vera vinnuföt, sko. Já, í raun og veru. Það það, sko. Og ég á erfitt með að sjá alltaf alla labbandi í kokkagalla. Ég næ ekki utan að það, sko. En ég svo sem ekkert inn í þessu. Þannig ég bara... Ég ætla að fara að græja kokkagallaði. Ég á kokkagalla, sko. Nei, ég á eitthvað sem passar á þig. Já, hann gæti... Þessi bumban sé ekki alveg lafandi. Ég held að það sé rétt hjá þér, sko. Ég held að ég sé mögulega einni smelli frá því að komast í hann. En ég hef aldrei farið í hann. Ég fekk hann þegar ég útskrifaðist. Ég hef aldrei farið í hann, held ég. Í kokkagalla? Kokkagallan minn sem ég á heima á mér, sko. Já, ok. En ég er alltaf í kokkagalla í vinnunni, sko. Já. Og mér ber mikla virðingu fyrir því og ég alveg upp náttúrulega í hótelega sem maður var í kokkagalla og svuntu og hatt og allt þetta og mér finnst það geggjað. En ég myndi ekki labba í kringlunni, skilju. Nei, ég held að ég myndi nú ekki gera það, sko. Nei. Ég held að ég myndi ekki gera það. En mér finnst, sko, eins og með landsliðskallinn, mér finnst hann alltaf öðru sig heldur en bara kokkagali. Já, það er alltaf, sko, ef þú ert að keppa, þú veist, ef þú ert að fara í búrið eða þú ert að taka mútið medalíu eða eitthvað svona, þá ertu í vinnugallanum en þá. En ég bara svona mæta ársatíðunum, ég finnst það skrítið, sko. Já, ok, ég er alveg stolt, ég skil það, ég skil það, sko. Já, ég skil það enda mjög vel. En ég skil það líka, þú veist, ef þú ert að fá, þú veist, þessa medalíu eða eitthvað þannig. En eins og með landsliðið, þá finnst mér það meika meira sens, kannski líka bara því að þetta er keppnisliðið, þú veist. Mér fannst það alveg flott þegar henni að vera að grína, sem sagt, kokka ásins, að þið skulle hafa verið í göllunum sínum, sko. Já, sammála. Já, það er eiginlega mest, sko, finnst mér, sko. Já, ég er sammála, ég er svona meira kannski að skjóta á eldri kallana sem að lappa alltaf í þeim, sko. Já, allar að bæta það á næstu. Ársatíð, öruglega. Ég mæti alltaf ef það er hægt að fá sér eitt bjór og hafa gráð, þá er ég mættur, sko. Nei, ég er svo heppinn að ég hef alveg fengið að hitta allt þetta fólk í landsliðinu og einmitt á þessu stöðum þegar það er skemmtilegt, sko. Já, einmitt. Þú veist, þegar búið, eins og ég fór náttúrulega með ykkur eftir Ólympíuleikana, þegar, þú veist, þá hittistu öll eftir keppnina og þú veist, fekk að fljóta með og einhvern veginn bara ride the wave, sko. Ég einhvern veginn kem í stemminguna og á ekkert skilið á bakveðan, sko. Nei. Það er bara að fljóta með. Já, bara verið með, já. Fagna. Nú erum við búin að tala nóg um þig. Já, það er svona góð stemming í landsliðinu. Það er rosalega svona samheldni og og maður sá það líka bara að þeir voru alveg ferskir strákanir sem voru að keppa í kokk ársins. Náttúrulega allir þrír að keppa saman í landsliðinu. Já. Og öllum langaði að vinna en voru samt alveg gátt alveg verið glaður. Já, þetta var hörð barátt. Mér fannst þetta að vera svolítið jafn með þess að... Já, ég sammála. Keppni er bara keppni, sko. Það er bara þannig. Þú veist, ég vil bara knúsa alla sem maður er að keppa á móti og bara, þú veist, og þetta er bara svo mikið þú veist, bara dagsform og, þú veist, bara heppni með þér og, þú veist, þetta er bara svo mikið og hvernig allar, ef eitthvað kemur upp hvernig allar díla við það og það bara fer eftir reynslu og maður lærir alltaf, þú veist, það er bara sko. Hefurðu unnið einhverja keppnir? Já, fyrsta keppnin sem ég keppti í var svona persónulega, sko, var Desert Ársins 2018 ég var hana og það var mjög skemmtilegt
hef komist áfram í kokk ársins 2019, þá var ég topp 5 svo keypti ég 2023 í Arctic Chef vann hana keypti í kokk ársins þá líka komst ekki áfram og já Hvort lærir meira komast ekki áfram eða komast áfram? Sko, þegar ég keypti 2023 í kokk ársins, þá var ég ekki búin að keppa í 3 ár þannig ég var í engu keppnisformi sko. Þannig að ég keypti henni komst ekki áfram og það var svona mitt klúður sko. Ég breytti plani á staðnum sem ég hefði ekki átt að gera en gerði og bara svona óöryggi í mér sko, að bara þegar ég var ekki búin að keppa og þá var ég búin að sjá eitthvað annað og bara tekja einhver ákvörðun og bara stærstu mistökin sko, sem ég hef örugglega gert sko. En komst ekki áfram þá og þá var ég búin að skrá mig í Arctic Chef og þá fór ég alveg bara full on og vann hana bara, þú veist, mánuði seinna. Þannig að, þú veist, ég held að þetta sé svona, ég lærði rosalega mikið á því, líka bara, þú veist, að fara inn í búr, að keppa, vera með einhvern x tíma, þú veist, það allt öðru heldur en taka tímaæfingu, sko. Já, líka þetta kokk ársins að fá bara hráefnislista deginum áður, sko, og svo bara morgun keppru. Já. Deginum áður, þetta ekki klukkutíma sem þú hefur til að græja matseðilinu? Jú, en það bara daginn áður, klukkan 5 eða eitthvað. Og þá verður bara að vera snöggur að ákveða þig, bara hvað það er að gera og svo verður bara að standa og falla með þeirri ákvörðun. Þannig að það er triksið á bakveða, sko. Svo ertu kannski með eitthvað hráefni sem þú er aldrei unni með eða þannig. Og svo ertu kannski bara keyrið í kafa undirbúaði þannig að þú mætir bara þreyttur og keppnina sjálfa og bara ósofin í raun og veru sko. Það er bara típist þannig að þegar þú ert að horfa á svo topp 5 að keppa, þú veist bara þessi er bara búin að sofa í 2 klukktíma eða eitthvað sko. Já, ok. Og ertu sem þjálfari, ertu þá bara einhvern veginn bara kennari, vinur, sálfræðingur og bara þarftu að halda svolítið utan þetta? Já, þetta er alveg allt annað level, myndi ég segja sko. Þetta er eiginlega að vera svona eins og yfirkokkur á veitingastaðinn á sama tíma, þú veist, sko, þegar ég gerist fyrirliði á sínum tíma, þá lagði ég mjög mikla áherslu á að hvernig get ég orðið góð líder og þú veist, þetta hefur maður lent í einhverjum aðstæðum sem maður kannski hefur ekki til almennilega, þú veist, við rétt, þú veist, að þeim vandamálum en maður lærir alltaf og mann langar alltaf að verða betri og mér langar miklu meira, veist, miklu skemmtilegra að sjá fólk þarna og verða betri og það gefur mér rosalega mikið sko, sem þjálfara og það er líka gaman að vera með einhverja manneskjur sem kannski vissu lítið eða eitthvað, þú veist, þegar kemur að keppnismæturslu tekur tímabilið, búin að læra ótrúlega mikið og svo bara sér maður manneskjuna bara svona verða betri. Það er bara svo geggjað og ég vil vera, þú veist, þjálfarinn sem hjálpar fólki að ná þeim árangri sem þeim langar að ná. Það er náttúrulega frábært quality í þjálfara að hafa það hugafar. Já, og við tveir myndum náttúrulega aldrei geta dæmt neitt svona því að þetta er, sko, þeir dæma allt öðru sem maður hefði haldið. Taka frástig í staðan fyrir Já, þú veist, og maður, ef ég myndi smakka eitthvað, ég bara, þetta er geggjað gott, sko. Og svo dómarinn væri bara, já, það er, þú veist, aðeins svo mikið sýra hérna, það vantar jafnvægi hérna og þú veist, þetta er ekkit, það er svo mikið matur minna. Já, þú veist, þetta er svo mikið svona tækni dót, sko, og þú veist, og saman hvað manni finnst þetta kerfi, sko, að dæma niður í staði fyrir upp, sko. Þá er þetta, þú þarft að vera búin að keppa eða sjálfur og undirbúa, þú veist, taka þátt í ferlinu til þess að vita út af hvað þetta gengur, sko. Það er ekki nóg fyrir mig til dæmis að vera bara með Kristínu, sko. Ég hef ekki hugmynd hvernig þetta virkar, sko. Já, þú getur reyndar að tekið dómaranámskeið, sko. Já. Sem matreiðslumaður, sko. Þú getur orðið það og þá kannski er maður miklu meira, þá lærir maður miklu meira sem eitthvað svona sem við eigum að vita sem matreiðslumenn, en þú ert kannski meira svona búin að tileinka einhverjar reglur eins og bara með GMS, þú veist, svoleiðis hlutir og og hvernig það ætlar að gera það, þú veist, og þá einhvern veginn lærir maður af það og þá lærir maður miklu meira á bara, þú veist, bara, þú veist, þóttum að vita þetta bara svona hitastigin og hvernig eru aðferðirnar og af hverju og, þú veist, ég fætti hvað ég meina og og, þú veist, bragð er alltaf bragð, við getum öll
dæmt mat sko, þú veist Já. það er alltaf þannig sko, en ég held að þið getur nú alveg dæmt diska þótt að ég kannski full harðu við okkur. Nei, þú mjög harðu við sjálf oft sko. Við erum ekki farið í þessar umræður sko. Jæja, Bjartur, segðu mér af hverju ertu svona harður við. Nei. En ég ætlaði að fara að segja eitthvað rosa nöð. Já, þú kemur sem sagt uppáðulega frá Filipsheim? Já. En hvernig óskupnum komstu hingað til Íslands? Hvað er málið með það? Ég bara móður mín flyttur hingað til Íslands og og já, bara alls upp hér. Og hvernig fær í matreiðslu? Þú veist, ég langaði ekki að vera þjónn. Ég var þjónn mjög lengi á einhverjum veitingastað og það var eitthvað að vera að öskra á mig og Kokkanir? Nei, alls ekki kokkanir, heldur bara fólki sko. Já, þú meinar, já. Það var eitt gott moment þarna þegar þá vann ég á sushi-stað fyrir norðan og það var einn kúnni sem segir eitthvað svona, mér langar ekki að fá kóríander í rúllunum mína, ég bara ok, ekkert mál og skrifa það á bommuna og svo fer hún rúlluna og hún alveg bara, það er kóríander í rúllunum minni, ég bara fer inn í eldhús eitthvað, er kóríander ekki kóríander í rúllunni, bara það er engin kóríander hérna, ég bara ok, fer fram okkurinn sagði að það er engin kóríander og bara manneskja, hún bara misti sig bara, þú segir mér ekki að setja kóríander í þessu og ég stend þarna og salurinn var fullur og ég var bara, þetta nenni ég nenni þessu ekki, ég bara, nei og þetta enda með því að eigandinn, hún fer fram og bara, ég ætla bara að staðfesta við, það er ekki kóríander, ég er maturslumæður, bara, þú veist Þetta þjónar eru hetjur sko. Ég segja það sko, ég bara þarna var ég bara, kenni mér að gera súsi þú veist, þarna var ég bara þú veist, ég nenni þessu ekki og það endaði með því að þau kendi mér að gera súsi og ég var bara anskoti góð í því sko. Og það bara boltið fyrir að rúlla og áhugin kviknaðar Já, í raun og veru sko þannig að Hvað erstu gömul þannig? Ég held að ég hafi verið 19 ára eða eitthvað Já, svona 18-19 ára Ég var alveg frekar ung að þú veist vinna bara með skóla og eitthvað svona sko en ég held að segja og eitthvað Já, þannig að þú fóst ekki þess að leið eins og margir nemar í dag að fara, þú veist, svo þið eru með fullt að nemum hjá ykkur, aðstofa og læra og svona. Þannig að, þú veist, 19 samt alveg, þú veist, það er ekkit svo þannig, alveg smá seint með marga að byrja í matreiðslu. Já, það er bara sem eru bara, þetta bara í útskrift þarna, sko. Já, ég byrjaði 24, sko. Já. En mér finnst aldrei ekki segja neitt til hversu færi eða hversu mikla reynslu þú ert með, sko, hversu gamall þú ert. Það bara fer eftir þér sem kokki, hvað viltu Já, ég held samt þegar þú ert yngri, þú veist, eins og þessi ungu strákar og stelpur sem eru að koma og hjálpa landsliðinu, að það hjálpalega að vera ungur sko, upp á kveikja þetta hungur og sjá, þú veist, að vilja fara að keppa, sko. Já. Þú veist, ég held að það hjálpi þessu krökkum alveg mjög mikið að fá að vera í kringum þetta og býr til keppniskokka í rauninni fyrir framtíðina. Já, algjörlega. Ert þú eitthvað með puttana í junior-liðinu líka? Ekki neitt. Ekkert. Nei. Og er einhver annar þjálfari með það? Já, það er annar þjálfari þar. Og hver er það? Hann er Daniel Cochran. Hann var í landsliðinu sjálfur. 2015. En 2014. Hann keypti senast 2014 með liðinu. Og þá lendi landsliðið í 5. sæti og þá var það besti árangur á þeim tíma. Já, og er búið að fylla í liðið það? Ungkokka. Ég held það, já. Ég held það. Ég er ekki nógu mikið inn í þeim málum, sko. En það er bara nýtt á nálinni þá? Já. Algjörlega, það er bara geggjað. Það er bara flott, sko. Og er ekki uppgangur í bara klúbbmatreiðslumeistara og þessari umgjörð sem er landsliði? Þú veist, er þetta ekki búið að bætast fullt, þú veist, er þetta ekki verið miklu betra en það var? Jú, þetta er bara heiminn og haf. Ég er nú bara búin að vera þarna næstu í 10 ár, sko. Bara? Já, það er alveg svolítið tími. Já, en mér finnst, sko, mikill munur á bara umgjörðinni í raun og veru og bara að labba inn ég hefði viljað sjá þessu umgjörð þegar ég var að keppa. Ég myndi, klálega. Já, ég trúi því, maður sér alveg að haldi vel utanum þetta og þú veist, held líka bara mikilvægt að hafa góðan þjálfara, sko. Já. Mér finnst það rosa góður og sterkur punktur hjá henni að þú veist að það sem að hún tók úr öllum hinnum keppnum, það sem hún sá svona var kannski
eitthvað sem það þurft að laga með það þú sást sko og svo bara gengur í verki og þetta vil ég bara laga og svona þarf þetta að vera og bara breyta þess að breyta þarf og síðan skilar það árangri þú veist, fjölfarið sko. Það finnst mér geggjað. Já, mér finnst það skipta rosalega miklu máli að umgjörð af því að þú veist, leið og þá ertu líka með yfirsýn á öllu og þá ef leið úr með yfirsýn á öllu þá getur við pinpointað alltaf hvað ef eitthvað fer úrskeiðis eða ef þurfum að betubæta eitthvað eða slíkt sko og já, og líka bara þú veist, ég laði líka rosalega miklu áherslu á bara svona andlegu hliðina þú veist, ég með íþróttaþjálfara íþróttasálfræðing sem kemur til okkar reglulega, ekki reglulega, bara svona, þú veist, allavega 2 til 3 núna væntanlega örugglega 4 sinnum á keppnis æfingatímabilinu og til þess að halda fólki bara í fókus, sko. Okay. Og þetta var líka eitthvað sem mér langaði að gera meira á. Snið. Já. Það er mjög snið. Já, geggjað, en er ekki erfitt að, þú veist, með stórt lið, mikið af fólki að ákveða hverjir eru hvar? Jú, í raun og veru, sko. Það er mjög erfitt, af því að mann langar náttúrulega bara að tróða öllum inn í þetta búr, sko. Já. Og en síðan verður maður líka að horfa, sko, bara styrkleika kokka. Þú veist, ég get ekki, og hverjir vinna vel saman og svona, sko. En, já. Er eitthvað svona takmark á fjöldanum, þú veist, má bara vera ákveðin fjöldi sem að fer út eða, þú veist, er eitthvað svona... Nei, í raun og veru ekki, sko. Getur þetta ekki 100 manns bara? Nei, kannski ekki. Nei, okay. Það er náttúrulega bara, fólk er bara fyrir, sko. En, mér langar alveg að vera raunsæ og, þú veist, það þarf alveg stórt heimi í kringum eitt landslið, sko. Og, þótt þú sért ekki í búrinu, þá getur það verið bara svo rosalega mikilvægur inn í teimið og vonandi geta nýtt það ef eitthvað skildi koma upp á skilur. Þannig að þú ert kannski bara með það eitt markmið að reyna að komast inn í búrið þú veist, að meðan þú ert á keppnistímabili heldur ertu kannski með einhver verkefni sem hjálpa liðinu að ná þeim árangri. Þannig að þeir sem eru í búrinu það þýðir ekki endilega að það sé besta þú veist, þau heldur að geta þetta án þess að hafa allt þetta teimi í kringum sig, hvort það sé landslísmenn eða aðstofamenn eða stjórnin eða þjálfari eða whatever. Veist, það þarf allt bara svona að klikka svo að við náum einhverjum árangri í raun og veru. Það er ekki eitt svona waterboy í teiminu eins og í bandaríska fótboltanum. Það var samt, þú veist, maður sá alveg samheldina mitt þegar þið fengu medaljurnar á Ólympíuleikunum að þú veist, þeir sem eru í búrinu fá 2 medaljur fyrir bæði heit og kalda. Og þeir segja að gefa þá allir eina medalju til eitthvað sem var ekki í búrinu. Sko. Þannig að það í rauninni fara að fá 12 medalju í staði fyrir 6. Já. Það var mjög flott að sjá. Já, það var mjög fallegt. Ég táraðist þér. Af því að þjálfarinn, hann fær ekki neitt, sko. Hann fær ekki bikar, hann fær ekki medalju. Þannig að ég er svona smá táraðist við það, sko. Ég var ekki búin að búast við og sem það svona sýndi líka bara hvað hópurinn var þéttur og er þéttur og ég vil halda þið þannig. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að halda öllum saman í liði. Já, ég sammála. Enda erum við saman í liði. Kekja, ef ekki bara áfram Ísland, segi ég nú. Já, við bara allir út til Luxemborg. Já. Ég og Davíð ætlum að koma. Já, okkur langar að koma. Ég ætla að koma. Já, þú verður að koma, það er bara hannig. Alltaf. Já, og það verða bólir gerðir og slíkt, sko. Já, það mæta með hristur og drommur og kúabjöllunar, gling. En bara takk hérlega fyrir að koma og spjalla hans ykkur og fræða okkur aðeins þetta. Já, bara takk fyrir mig. Já, sömuleiðis. Takk fyrir komuna. Það var gaman að fá þig. Aðeins að fá fræðast og sjá hvernig það blessalega landsliðið fungerar. Já. Og til hamingju með allan árangurinn. Já, takk fyrir.